Sælistrákar, ég ætla aðeins að bara fara yfir hvernig við setjum hann að golfherminn og allt í gang. Þannig að við byrjum á því að tæma svæðið. Þið sjáið, sko, það eru hjól undir borðinu, þannig að maður lyftir bara hérna upp og dreifur það hérna okkar. Svo tekur maður hérna hliðarnar, dreifur þetta hérna aðeins út, gerir svo sem ekki. Og hérna inni golfherminn sjálfur og hann bara hérna eins einfaldur og hægt setur hann bara hér. Hérna rafmagn og hérna HDMI kaball. Hann tengdur upp í skjávarpan og ég ætla að sýna ykkur bara hvernig maður notar golfherminn, þennan stakan. Það bara hérna og HDMI snúrun hérna í. Það er rafmagn, það þarf að vera rafmagn á þessu, skjávarpanum hérna uppi, það er bara venjulegt. Hér sjáu þið golfherminn, hann er hérna á tjaldinu, en það er önnur mynd hér í golfherminnum og það er að því að við erum ekki byrjað að gera neitt. Og hérna er þetta að æfa sig. Það er hægt að spila hvaða völl sem er í heiminum og svo er hægt að tengja tölvuna sem ég sýni ykkur á eftir. Þannig að ef ég byrja bara hérna að ýta og æfa mig og leiðum ég búinn að kveikja á því, þá ég get stillt hérna ýmislegt og svo bara byrja ég session. Hérna veljum við bara kylfur og leiðum við búin að þessu þá kveiknar, kemur samband við skjávarpan. Hérna er reitur sem sést líka á tækinu og þessi bolti verður að fara inn í reitin til þess að geta slegið hann. Og það er rautt ljós á herminum núna. Sérðu það ekki? Já. Rautt ljós og ég ýti boltanum og hann fer inn í hérna ferningin og það getur slegið. Já. Og hann kemur alls konar upplýsingar. Og það er svo hægt að breyta þessu og alls konar. Þið bara, menn læra það bara. Ef mér langar að nota golfforritið sem er í henni, þá tek ég HDMI kabelinn hérna úr. Sett hann í tölvuna. Þannig að förum við bara hérna í, nú erum við bara komið tölvuskjá, hérna á skjáinn, förum við í hnöttinn, kveikjum á honum, það er þetta GS Pro. Og svo þurfum við að fara í Garmin-tækið og þá förum við hérna í Connect og þar er hægt að tengjast nokkrum aðilum. Við erum með þetta í tölvunni, við getum svo sett meira. Og ítum á það, spila. Þá kemur upp, þá tengist þetta forrit. Þá kemur hér og ég hef bara hent þessu bara niður. Það er komið græn lína hérna uppi. Ég hef aldrei slökkt á þessu, ég hef bara hent þessu hérna niður og hérna kemur, getur spilað einhverja 3000 velli. Það er ekki jafnmargir vellir og í Garmin-tækinu, æfstig, áskoranir. Eitthvað tournament og online, það er þið bara að leikja ykkur á þessu eins og þið viljið. Og ég ætla bara að sýna ykkur hérna practice. Hérna förum á æfingasvæðið. Og þá erum við konið með allt annað útlit og hérna, það var skemmtileg upplifun að sýna ykkur aðeins hérna eftir að spila. Og það er ekki hægt að spila velli nema að downloada þeim inn í tölvuna fyrst og ef við ætlum að downloada hér, bara að finna einhvern völl að downloada, þá tekur þetta alltaf langan tíma. Þannig að það er bara betra að taka hann úr sambandi, fara með hana beint í net og downloada völlum þannig í. Og svo þegar við erum búin að spila, hringur búinn, þá skal ganga frá þannig að kaffistofan líti út eins og var þegar þau komuð. Setja dótið hérna inni, herminn inn í skáp.
Og svo ég sendi á ykkur Excel-skjal sem að menn geta fyllt út hvaða tíma þeir vilja, ef þeir vilja spila eitthvað og hvort þeir séu til í að borga eitthvað smá pening til þess að fjármagna draslið. Takk fyrir mig.